Í þessari umfjöllun þessum kafla á þessum upptökum, það er tilgátu prófum 4. Við erum í kafla 11. En allavega þessi kafli er svo kallað kíkvaratpróf. Þetta er mjög algengt próf í félagsvísindum. Þetta er tölfræðipróf sem er mikið notað í félagsvísindum. Það er stigalaust, sem á ensku útlegst non-parametric. Kíkvarat er kai er grísku bókstafur, ef ég man rétt, og square er þá bara í öðru veldi. Kvadrat er íslenska hugtaki fyrir square. Og prófið, kíkvaratprófið, er stigalaust próf, það er non-parametric, sem að hefur ákveðna kosti. Við notum það, en það hefur kosti og galla. Kostin er meðal annars þegar við þurfum ekki eins margar forsendur, og með stigabundnu prófin eins og T-prófin sem er eitt af þessum stigabundnu það fjallaði þetta aðeins í byrjunni á kaflanum. Kíkvaratprófið byggir á svo kallaði bivariate table, sem á íslensku er það tala tvívíða töflu. Þannig að kíkvaratprófið byggir á tvívíðri töflu. Eins og nafni gefur til kynna, þá er tvívíð tafla með 2 víddir, annars vegar dálka og hins vegar raðir. Ég ætla að leggja svolítið áherslu á þessa töflu, og ég ætla að teikna upp margar töflur þar sem við erum með 2 einkenni og krosskerði á saman. Getum verið með eins og neðst á blaðsíðu 273. Þá erum við með hjúskaparstöðu fólks og hvort það taki mikinn eða lítinn þátt í sjálfboðaliða starfi. Einfaldasta tíðnitaflan er svokölluð 2 tafla. Og það er að skipta fólki í tvennt. Annars vegar þeir sem að greina allt eftir 2 töflu, og hins vegar þeir sem að gera það ekki. 2 tafla geti litið einhvern veginn svona út. Gengbreyta sem tekur þetta er bivariate table. Hún er ekki bara bivariate, heldur hún hefur 2 víddir, það er kyn og íþróttaáhugi. Við skulum segja hann sé mikill eða lítill. Þannig að við getum sagt eitthvað til tengsl milli kyns og íþróttaáhuga með því að telja fólk eftir þessum 2 víddum. Við hefðum auðvitað geta haft fleiri gildi á annarri hvoru breytinni eða báðum, en við ætlum að byrja að hafa hana eins einföld og var hægt og líta á þessum 2 töflu. Segjum að við værum með 100 manna úrtak og við vitum að 70% af þessi 100 manna úrtaki hefur mikinn íþróttaáhuga. 70 eða 70%. 30 þeirra hafa lítinn íþróttaáhuga. Við vitum jáfnframt að það eru 50 konur og 50 karlar. Þessar upplýsingar eru gefnar. Við vitum ekki nákvæmlega hversu margir karlar hafa mikinn áhuga á íþróttum. Ef þessar upplýsingar eru gefnar, og ef að það er ekkert samband á milli kyns og íþróttaáhuga, hvað myndum við búast við að væri margir karlar af þessum 50 sem hefðu mikinn áhuga á íþróttum? Ef það er ekkert samband á milli kyns og íþróttaáhuga, þá myndum við gera ráð fyrir því að þessir 50 dreifast eins og þessir hérna allir. Þannig að dreifingin hér á milli, 70% eru 70% hafa mikinn áhuga, þá tökum við 70% af þessum 50 sem er 35, og við dreifum þessum körlum hér, þessum 50 körlum, í sömu hlutföll og bæði kyn dreifast. Þá er væntanlega hér 15, og
við erum með jafnmarga konur, 35 og 15. Þetta þarf ekki endilega að vera svona. Þetta gæti verið að við hefðum mögulega geta verið með 50 karla mikinn áhuga, enginn með lítinn áhuga, þá vantar 20 konur upp á og 30 konur hér sem hefði þá gefið 50 konur, 50 karla, 70 mikinn áhuga, 30 lítinn áhuga, samtals 100. Klárum töfluna, mikill áhugi, lítill áhugi, karlar og konur. Þannig er mikil tengsla milli kyns og áhuga á íþróttum. En í þessu tilfelli ég spurði ef að það er ekkert samband á milli kyns og íþrótta áhuga, hvernig myndi þessi 50 dreifast þá? Tökum annað dæmi, að tökum hvort það sé tengsl milli þess hvort að fólk sé með háskólamenntun, ekki háskólamenntun, og hvort að horfa á fréttir Ríkisútvarpsins. Segjum við værum með 300 manna úrtak, 200 þeirra horfa á eða hlusta á fréttir Ríkisútvarpsins og 100 þeirra gera það ekki. Við erum með 100 manns sem eru með háskólapróf, 200 manns sem eru ekki með háskólapróf. Ef að það er ekkert samband milli menntunar og hvort að fólk horfi á RÚV eða ekki, hvernig fjöldatölur myndum við sjá inn í þessum reytum? Þetta er dálkur hérna niður, þetta er annar dálkur hérna niður, þetta er röð, þetta er röð hérna. Og við erum með 4 reyti í töflunni. Við erum með samtals fyrir dálkana og við erum með samtals fyrir raðirnar. Við erum með heildarsummu. Á ensku kallast þetta marginal. Það er það sem er til hliðar á við reytina. Ef að það er ekkert samband milli menntunar og þess að horfa á RÚV-fréttir eða ekki, þá myndum við búast við því að 2/3 af þessum 100 eða 66,66 myndu vera hér. Við setjum brot hérna af því við erum að dreifa þetta er áætlun, expected, og við erum með 33,3. Það hefði kannski verið betra að hafa þetta hérna 7. Þannig að samtals er þetta 100. Ég átti þetta námið þetta henni upp í 66,67. Svona myndi þessir háskólamenntu dreifast ef það er ekkert samband á milli háskólamenntunar og menntunar og þess að horfa á RÚV eða ekki. Ef þessi 200 dreifast í sömu hlutföllin líka, þá værum við værum með 133,33 hér og við erum með 66,67 hér. Þessi fjöldatala hérna hefur verið talað um að hún hefur verið kallað væntitíðni. Það er þess hversu við væntum af háskólamenntaðum einstaklingum, hversu væntum ef það er ekkert samband. Á ensku er talað um expected, ýmist frequency eða count, expected count eða expected frequency. Það sést hvoru tveggja. Þessi hugmynd að geta raða svona gildunum, fundið út þessi væntitíðni, er grunnurinn af keycard-prófinu. Og ég ætla að sýna ykkur formúluna sem við notum til þess að dreifa gildunum eins og við vorum að gera. Hérna erum við með the marginals. Væntigildið hér í þessum reit er þetta gildi sinnum þetta gildi deilt með þessu hérna gildi. Við erum með þá
þá 100 sinnum 200 deilt með 300. Og þetta er raun og það sem við vorum að gera hérna áðan. 200 deilt með 300 eru 66% og svo margföldaða með fjöldatölinn til þess að dreifa þessum fjölda í þessum hlutföllum. En almennt þá er þetta sett svona upp. Þannig að væntigildið fyrir tiltekin reit er summan í dálkinum þar sem sá reitur er, sinnum summan í röðinni þar sem sá dálkur er, deilt með heildarfjöldan. Þetta er sem sagt gildið hér. Ef við ætlum að finna gildið hér, þá gerum við eins. Við tökum 200 sem er hérna niðri, sinnum 200 sem er þetta hérna 200, deilt með 300. Og það er, samkvæmt útreikningum, það er 200 deilt með 300 til þess að finna hlutfallið, margfaldið með 200 til þess að finna hvað eru margir af þessum heildarfjölda, nei, þessum fjölda. Þannig að 2/3 af 200 eru 133. 1/3 af 200 eru 66,67. Þetta gildi hérna, þetta plássi hérna uppi. Þá tökum við 200 hérna, margföldum með 100 og deilum með 300. Og að lokum þetta hérna gildi, þá erum við 100 sinnum 100 deilt með 300. Við getum breytt þessu og séð að þetta er 100 sinnum 1/3 af því að þessi 100, þetta hérna dettur út, eða 100 sem er 100 deilt með 3. Þetta er bara einföld hérna reikni útreikningar. Þannig að þessi hugmynd er notuð í kíkvarðaprófinu sem er grunnurinn af því sem við erum að fjalla í kafla 11. Kíkvarðaprófið er sem sagt próf til þess að kanna hvort það sé samband á milli tveggja breyta í svona krosstöflu. Nánar í það í næstu upptöku.